Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og við erum dálítið mikið að tala verslunarmannahelgina hérna á Akureyri og golf og við erum eiginlega ekki alveg hætt en þó aðeins öðruvísi hlutum við gert áður. Verið velkomnir herramenn. Takk fyrir. Byrjum aðeins á sumarleikunum. Við vorum aðeins að tala það að það væri verið að hvetja fólk til þess að mála bæinn rauðan í óeiginlegri en samt eiginlegri merkingu og að það væri hæfileikakeppni en það svo sannarlega langt frá því að vera það eina sem að vera á sumarleikunum. Já, það búið að segja það sko. Það sem í rauninni búið að gerast í ár að verslunarmannahelgin sem var ein með öllu áður og Halló Akureyri hérna fyrir löngu síðan. Hún búin að taka svona þriðja kippinn í þroskaferlinu og nú þetta í rauninni 10 daga hátíð þar sem hápunkturinn verslunarmannahelgina. Byrjum 22. júlí þar sem hjólreiðarhelgin sem stöndugur viðburður byrjar svona sportið í sumarleikunum og svo tekur við glæsilegt golfmót sem við höllum seinna og svo tökum við þessa eiginlega verslu. Og það sem sumarleikarnir það í rauninni þá að verða að hvetja fólk á besta aldri til þess að koma og hreyfa sig og hafa gaman að lífinu og taka fjölskylduna með sér. Þannig að við erum að fara að sjá í rauninni 10 daga hátíð þar sem þú getur komið og keppt í þínu uppáhaldssporti og jafnvel tökum sem dæmi að þú verður að fara með kallina til að hjóla eitthvað. Og það kannski vera eitthvað svona svolítið skemmtilegt mót svo en að taka þátt eins og hjóla á Goðafoss tilbaka á 100 kílómetra sem svona svolítið það hljómar ekki skemmtilegt. Nei, það samt alveg rosalega gaman ef þú ert góð að hjóla. Já, ok, ég ætla að láta þannig. Já, það ekki? Jú, æðislegt, góð hugmynd. Þá gerir þú það bara, skilur, eða síðan bara kallina því þér finnst ógeðslega eðlilegt. En þú kannski bara kemur í bæinn og hefur gaman að lífinu, tekur þátt í viðburðum eins og hátíðardagskrá eða föstudagsfíling eða ferð á sparitónleika. Svo pappar að pönsur til dæmis. Segðu okkur aðeins frá þessum viðburðum, að þú ert nú að fara hratt yfir þá líklega því að ég þekki þá ágætlega, en segðu okkur samt frá því. Þetta byrjar á föstudeginum. Já, þetta byrjar á föstudeginum og það sem það sjónvarpsstöð hérna í bænum sem heitir N4. Já. Og svo svona kona sem heitir Hilda Jan sem rosalega skemmtileg sem ætlar að taka þátt í þessu með okkur. Halda áfram. Eða ekki? Og hún ætlar semst að starta þess og setja þessa hátíð formlega sem við erum mjög glaðir með og við erum öll mjög glöð með. Þá byrjum við semst á fyrstu tónleikunum sem sýndir í beinni sem svona startið á þessu, svona formlega startið og kannski svolítið svona vígalegt á okkur finnst. En samt svona með áherslu líka á heimafólk og ungt og upprennandi fólk í bland við reyndarfólk eins og Gretu Salome og Dúndu Fréttur og svo framvegis. Það nefnilega málið sko. Þetta náttúrulega við nýtum líka þessi tækifæri sem við höfum hérna til þess að hjálpa okkur að þroskast sem svæði, bæði þá í íþróttum eins og við erum að gera og líka þá varðandi tónlistarheimil sko. Þá erum við með svið í miðbænum þar sem við erum með heimamenn og gesti, fullt af fólki sem að fara að horfa á það sem að gerast og sjálfsögðu nýtum við tækifærið og leifum upprennandi stjörnum að koma fram og eins og þú segir í bland við svona öfluga artista eins og til dæmis Dúndu Fréttur og Gretu Salome. Við gerum þetta síðan aftur á laugardagskvöldið og það svona svipað. Þá erum við að fá til okkur flott bönd og náttúrulega Páll Óskar og Killer Queen og það svona alls konar fílingur þarna. Ég ætla nú ekki að nefna þetta allt, þetta eru held ég sko 29 atriði plús eitthvað sko. Og þriðjurinn í útitónleikarnir sem við höldum, það eru svona stóru sparitónleikarnir og þeir eru á leikhúsflötunni á sunnudagskvöldið eins og verið hefur og þar sem sagt slúttum við hátíðina formulega, bæjarstjórinn kemur og fjallar aðeins hvað þetta sé allt saman æðislegt og við ætlum að fara aðeins yfir íþróttirnar líka, hvernig þessi umbreytingin átti sér stað í rauninni og svo eins og þú nefndir áðan, þá var hæfileikakeppni, þá fáum við að sjá þann sem að sigraði hana, tökum líka flotta tónleikadagskrá þess að við sjáum til dæmis Kvandalsbræður ætla að vera með nostalgíu upprifjun á hvað þeir hafa gert hérna í bænum sem dæmi og Skítamórall, það þekkja það nú allir, það að mæta líka. Svo held ég það samt svo geðu, ég verð bara staldri við að Skítamórall sé að koma svo æðislegt. En mér finnst þetta allavega æðislegt. Já. Alltaf góðir. Já, það bara þannig. Það kannski bara okkar kynslóð og það svo æðislegt. Nei, ég meina, þú veist, þetta eru dægurlögu nánast, sko. Þú veist, maður spáir í því þannig. Já, auðvitað. Þetta gaman í stórum hóp. Og svo eru fleiri sem koma þar fram, við sjáum líka Úlf koma fram og sem reyndar trillti fólkið hérna í fyrra, ef ég man rétt, það urlaðist flötinn fyrir neðan samkomuhúsið þegar Úlfur mætti og svo, þetta var svona gæsahúða. Já, þetta var líka svona jörðin hristist. Já, það var alvörunni þannig. Það var bara Úlfur, þetta var alveg geðveikt. Já, það eru flottir. Já. Það er svoleiðis sko. Verðlaunaafhending líka ekki, verið í viðburðinu þarna kvöldið? Nákvæmlega, það er alveg þannig sko. Nákvæmlega. Og svo náttúrulega flugeldasýning og allt það skilur og allt aðeinslegt og ég bara hvet fólk líka til þess að fara inn á summergames.is, þá getur þú séð þetta allt svona vel sett upp, hvað er þetta að gera og hvert út að fara og allt það. Og það má ekki gleyma því líka að þessa helgi eru líka mjög flottir íþróttaviðburðir. Við erum að tala ofurleikana sem í rauninni svona þrek eða crossfit ofurleikar, bæði semst fyrir það sem eru lengra komnir og fyrir fjölskyldufólk sem verða á samkomuhúsflötinn á sama stað og sparitónleikarnir eru. Við erum að sjá sem sagt fjallahlaup upp á súlur vertikal
Hvernig er hægt að hlaupa upp á súlur? Ég bara spyr. Hann heitir Þorbjörn hérna, vegumann hérna mjög góður fjallahlaupari, hann sér bara þetta. Við ætlum ekkert að taka þátt í þessu. Nei, við ætlum bara, gefa þeim 5 þegar þeir koma niður. Já, góð. Já, ok. Það er bara þannig, sko. Og hérna, kirkjutröppulhlaupið verður á sínum stað á föstudeginum. Það er náttúrulega æðislegt og allir geta tekið þátt í því. Já, það er voða gaman, sko. Og svo er náttúrulega að fara niður kirkjutröppunar á hjólum. Það er við burðum sem að flyst frá hjólreiðarhelginni yfir á verslunarmannahelgina, sem sagt. Og þá sjáum við náttúrulega fólk fara alla leið frá Bekkuskóla alveg niður að Kea. Það er til dæmis eitthvað sem við tökum ekki þátt í. En við horfum bara rosalega mikið á það. Við erum með kaffi og við erum með Nákvæmlega, þetta er svona sami pakki, en rosalega gaman að horfa á þetta. Algjörlega. Þannig að þetta er alltaf blandað saman. 3 þraut út á Hrafnagili, svona Ironman-fílingur. Og kraftlyftingafélagið verður með mót og veit ekki hvað og hvað og hvað. Þetta er sem sagt bara endalaust, bara eitt viðtal dugar ekki í alla viðburðina. Nei, þetta tekur svona 6 tíma, sko. Já. Það talaði summergames.is, það er rosalega mikilvægt, sko. Já, nákvæmlega. All dagskráin þar líka og svona. En það er sem sagt alþjóðleg mótaröð unglinga í golfi framöndan. Hún hefst í rauninni 27. Og er fram á föstudag 27., 8. og 9. Það eru mótsdagar, æfingarhringur 27. Þetta er svona forveri helgarinnar líka eins og hjólreiðamótið. Nema þetta er alþjóðlegt, við erum að fá hérna krakka frá hinum þessum löndum, Zimbabwe, Rússlandi, Hollandi, Austurríki. Þetta eru svona afreksunglingar í golfi á aldrinum 12 til 21 árs. Og þetta er mótaröð sem er búið að fara víða. Hún er nú síðast var hún í Noregi fyrir halvum mánuði, Þýskalandi, Kólumbíu. Og þetta er svona, þessi krakkar eru að undirbúa sig undir að fara í atvinnumótaröðir. Þetta er sett upp eins og er svona formatið virkar eins og atvinnumótaröð fyrir þessa krakka til að svona þjálfa sig og komast á þann stað að vera atvinnukylfingar. Er ekki þetta merkilegt að þetta sé haldið á Akureyri? Jú, það er reynir býsna merkilegt en við glæsilega völl, virkilega fallega völl þótt að sé svona norðanlega og allt þetta og við höfum bara þennan glugga sem er opinn yfir sumarið til að halda gott gólfmót og mikið að vera upp á gólfvöllum núna. Íslandsmóti högleik núna klárast og allt vitlaust þar. Og þetta kemur svo í beinu framhaldið, þannig að jú, það er mikið líf upp á gólfvelli og þetta er flottur gólfklúbbur, mikið búið að byggja upp þarna. Svona, hvað ekki, hamrar eða klappir fyrir þau. Já, sem er svona æfingar aðstæða sem var verið að byggja núna. Já. Þetta er frá þessi mikið svona uppsefla í klúbbnum. Og við erum búin að tryggja þetta mót til 30 ára og mjög gaman að segja frá því og gaman að fá þessa krakka. Spenntur einmitt að hitta þessa krakka eins og frá Zimbabwe, þetta nú verður svolítið svona, ævintýri fyrir það og fara með þá jafnvel og bjóða upp á hvalaskoðun eða eitthvað svona, skoða svæðið hérna í kring. Og væntanlega þá með einhverja íslenska krakka með? Já, það er fullt af Íslendingum og þeir hafa verið að fara erlenda á þessum móti eitthvað okkar afreksunglingum, sko. En er hægt að halda við Verslunarmannahelgi án þess að þú ætlar að halda eitthvað ball, eða? Nei, síðan náttúrulega skellum við gott dynheimaball, sko. Já, það ekki? Við verðum nú að koma því aðeins í lokin. Já, sjálfsögðu. Dynheimaball fyrir þá sem ekki þekkja er? Það er dansleikur, eða ekki? Jú. Fyrir 30 ára eldri, 30 ára aldurstakmark, við erum haldið í Sjallanum á föstudeginum og þetta er alltaf bara svona nostalgíufílingurinn. Ég man ekki hvað það eru komið mörg ár, ekki 10 árið eða eitthvað. Við byrjum allavega á okkur svona disco, Gloria. Já, bara endalaus gleði. Og við sjálfsögum lakkum til að hitta þið þar, sko. Já, það ekki? Jú. Störtum föstudagskvöldinu, störtum helgin á því. Já. Algjörlega. Gaman að fá ykkur, kæru herramenn. Gaman að sjá þig. Og bara minnum aftur á föstudagsfílingin sérstaklega sem við N4 erum auðvitað sérstaklega ánægð með að taka þátt þar sem við erum með beinútsendingu milli 8 og 10 á föstudagskvöldinu þar sem við opnum þetta allt saman. En föstudagsþættinum, honum er einfaldlega lokið og ég segi bara eigið yndislega helgi.